Hvað geturðu sagt mér hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur? Já, það nú ýmislegt þau að segja. En ungur maður hér í garðinum, hann Guðmundur Magnússon, kvikmyndagerðarmaður, hann aðal hvatamaðurinn og hugmyndasmiðurinn að þessum hollvinasamtökum og hann að gera kvikmynd líf og störf Unu og síðan var það árið 2011, nánar tiltekið 18. nóvember á afmælisdegi Unu, að þá voru stofnuð hollvinasamtök Unu Guðmundsdóttur og þar samþykkt lög og annað slíkt eins og gengur stofnun félagsskapar. Og það ekkert annað en að félagsmenn eru 90, eða milli 90 og 100, sem að mér finnst dágott í svona fyrstu atrinu. Og aðal markmið þessa félagsskapar að koma húsinu Sjólist sem að Una bjó lengst af í, að koma því í eins upprunalegt horf eins og kostur og að halda öllu því góða og mikilvæga starfi sem Una sinnti á meðan hún lifði hér í garðinum, að koma því til komandi kynslóða og vekja athygli á því. En hver var Una Guðmundsdóttir? Una var merk kona sem bjó hérna í garðinum og lagði mikið til samfélagsins á meðan hún bjó hér og var meðal okkar. Hún fæddist 18. nóvember 1894 og hefði orðið 120 ára á síðasta ári, ef að hún hefði verið hérna hjá okkur. Nú, það alveg ljóst að hérna þau störf sem að Una sinnti hérna voru mjög mikilvæg og minnistæð öllu hennar samferðafólki. Hún var 16 ára gömul, búin að stofna skóla fyrir börn og þá var hún aðalega að hugsa krakka áður en þau byrjuðu í skólanum, ekki síst þau sem minna eða áttu í einhverju basli og minna máttu sín og svo var hún, eða sá hún stúkuna siðsemd númer 14 í 30 ár að ég megi segja. Og það var óskaplega mikilvægt og gott starf. Hún stjórnaði ungmennunum og krökkunum alveg hreint, sannarlega ekki með harðri hendi, en þeim datt sko aldrei í hug að gera neitt sem að Unu myndi ekki líka. Hún samdi heilu leikritin og setti upp með þeim. Hún var með ritlistanámskeið og ég veit ekki hvað ég gæti nefnt. Nú, auk þessa sem hún sinnti fyrir bæjarfélagið, að þá var hún lækningamiðill og til hennar leitaði fólk allstaðar að. Sem dæmi má segja að störfina þóttu það mikilvæg að Gunnar Magnús, rithöfundur, skrifaði bók Unu og störf hennar og kallaði hana Völvu Suðurnesja. Og ég man að það vakti svo athygli mína þegar ég las bókina að hún var náttúrulega hógvær, hún Una, að hún ætlaði ekkert að fást til þess að það yrði skrifað hana eitt eða neitt. En svo féllst hún á það og hún sagði, já, það eru verkefnin sem skipta máli, það ekki ég, það eru verkefnin sem hún vildi segja frá. Þannig að hún dró athyglina frá sjálfri sér að öllu því góða sem hún lagði að mörkum. Og núna erum við stödd hérna í
húsinu hennar sem var heimili hennar alla tíð Já, og þið viljið bjarga þessu húsi og gera hvað við það? gera þetta að söguhúsi. Söguhúsi þar sem hægt að fræðast og skoða sem sagt gott dæmi til dæmis byggingalist frá þessum tíma og verkin hennar Unu sem vonandi verða sýnileg innan dyra, eins og ég vil benda á að við erum byrjuð að safna munum sem að tilherði henni. Byggðarsafnið hefur ekki haldið utan eitthvað af þessum munum? Jú, en við höfum þau bara, byggðarsafnið er náttúrulega eigu bæjarins, eins og þetta hús, og þetta er spurning hvar staðsetjum við munina. Það má vel vera að munirnir verði haldi áfram að vera skráðir þar, ég skal ekkert það segja, en bara þessi getið að þeir séu í húsinu hennar Unu þar sem þeir voru. Þetta hús hefur verið opið núna helgar það ekki undanfarið? Jú, alveg frá 2011 eða 2012, sumarið 2012, að þá hefur þetta verið opið helgar frá 1 til 5 og hvernig hefur aðsókn verið? Já, hún hefur verið að mínum viti af því við hefum ekkert auglýst. Það eru reyndar skilti við götuna og þetta fréttist, en hvert sumar hefur komið 350 manns eða á 400. Það koma einstaklingar við sem eiga leið bæinn, það eru heilu hóparnir sem betur fer ekki kannski mjög stórir. Mér minnist það eru hópur stúlkna frá námsflokkur Reykjavíkur sem voru búin að vera að lesa konur á Suðurnesjum. Þar voru 15 held ég og húsið var bara eiginlega fullt. Þetta er ekki stærsta húsið í bænum? Nei, þetta er ekki stærsta húsið í bænum og algjörlega hægt fyrir háa menn að reka sig upp undir. En Una var ekki há í loftinu, eins og sést kannski á þessari mynd. Þú getur séð hvar slökkvarinn er staðsettur og þarna borið saman. Og hvert er svo framhaldið í rauninni? Hvað, eru það að reyna að safna fé til þess að þetta verði allt bara, og hugmyndin er hvað, setja þetta í eitthvað upprunalegt horf? Já, eins upprunalegt eins og nokkuð kostur er. Það er náttúrulega aðalmarkmiðið og þú myndist á fé. Við erum búin að vera dugleg að sækja styrki og safna fé. Nú, við höfum fengið frá húsfriðunarsjóði í 2 eða 3 gang. Við erum búin að fá frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja og áður menningar sjóðnum. Og þetta safnast saman. Sveitarfélagið Garður, eigandi hússins, hefur lagt til styrki árlega af sinni fjárhagsáætlun og reyndar ekki nýst af því kannski framkvæmdir ekki hafnar en það mun gera það. Ekki alveg rétt að framkvæmdir sé ekki hafnar því að gluggasmíðin er langt komin. Þannig að, en það er náttúrulega sérst ekki fyrir að farið að setja á í. Una lést 1978 og hvað verður þá húsið? Hún arfleifðir sveitarfélagið á húsinu og mér skilst að hún hann vonast til að því yrði haldið vel við. Og en sveitarfélagið leigði Nesfisk húsið sem að hafði það hér fyrir starfsfólk hjá sér og bjó prýðisfólk og Nesfiskur sá prýðilegu að gera það sem gera þurfti varðandi viðhald og þeim ber að þakka það svo sannarlega. Ég óttast að eða við skulum segja það ábyggilega er í betra ástandi fyrir bragðið af því að þeir sáu vel það. Og
síðan þegar Hollvinni komu til og fóru þess að leita að fá afnot að húsinu og fá að reka það, að þá brugðust þeir alveg góðfúslega við því og var alveg sjálfsagt. En það á Una sterkar taugar í örugglega flestum íbúum Garðs? Já, talandi það að þá held ég að segja megi að Hollvinasamtökin og Sjónlist og allt það sem hér er verið að gera, það nýtur alveg einstakra velvildar allra. Og langt út fyrir garðinn, maður finnur allstaðar hlýhug, okkur berast gjafir víða að og það sést líka á fjárstyrktar samkomunum að þegar listamenn koma og gefa vinnu sína og eins og síðast þegar útskála kirkja var sneisa full, það bara, mér fannst það nánast eins og heilög stund hreinlega. Og við erum að vona að við, og það er í farvatninu, að við höldum aftur svona styrktar samkomu í desember núna, þetta ár. Og þeir eru líka að fara að stað með ljóðasamkeppni, það kannski er annar sem segir okkur frá því? Það er annar sem segir frá því, en það er alveg rétt. Hugmyndasmiðurinn Guðmundi sem á þvílíkt að góðum hugmyndum, að hann lét sér detta í hug að stofna til svona ljóðasamkeppni og var þá með í huga bæði að Una var mjög bókelsk og ljóðelsk kona. Hún sá bókasafn Ungmennafélagsins, það var hérna upp á lofti hjá henni og hingað kom fólk og dinglaði bjöllunni og fór upp á loft og sótti sér bók og skilaði tilbaka. Þetta er í rauninni upphafið að héraðsbókasafni eða bæjarbókasafni Garðs sem núna er upp í Gerðaskóla. Og sem sagt, ég held að Una hafi líka samið ljóð og það hafi nú ekki farið hátt. En Guðmundi fékk þessa hugmynd að gera sem sagt að stofna til ljóðasamkeppni og líka til að búa til vettvang fyrir skáld, skúfuskáld, sem ekki kannski eru duglega að koma ljóðanum sínum á framfæri. Og mér finnst það frábært og við öll í stjórn Hollvinasamtakanna stundum þetta. Og nú er hann búinn að undirbúa þetta með öðrum sem var settur í nefnd með honum. En ég er líka búinn að gera samning, eða við hjá stjórninni, að gera samning bæði við Gerðaskóla og leikskólan að taka á móti skólahópum í fræðslu. Í fræðslu Unu og það sem hún stóð fyrir og í fræðslu samfélagi hérna í Garðinum á þeim tíma sem hún var að starfa hér og sinna því sem hún gerði. Og þetta finnst mér afar skemmtilegt. Það er skriflegur samningur gerður. Það er svolítið mikið breytt samfélagi frá því að Una var hérna upp á sitt besta. Heldur betur. Ég held að kynslóðin í dag hafi harla gott af því að sjá og fræðast aðeins þann mismun og hvernig þetta var. En eitt af því sem er kveðið á í samningnum við Gerðaskóla að við tökum að okkur hluta af forvarnafræðslu fyrir 8. bekk. Og nú þegar er kennarinn búinn að óska eftir að við tökum á móti hópnum hans og verður sennilega núna í október. Og mér finnst það yndislegt að geta byrjað þetta samstarf á þann máta því að Una er náttúrulega mest og ekki síst munuð út af starfinni sín í kringum stúkuna. Og þetta er í anda þess? Þetta er í anda þess. Það er alveg ljóst. Já, ég er nýhættur að starfa sem bæjarbókavörður í Kópavogi. Var þar forstöðumaður bókasafns Kópavogs í 36 ár. Tók við af Jóni úr Vör. Og ég fékkst við ýmislegt auk starfsins. Meðal annars hef ég verið að yrkja og gefa út bækur.
búinn að gefa út eina 6 ljóðabækur og nokkrar bækur með ljóðaþýðingum og ég kynntist Jóni úr vör, sennilega hef ég eitthvað smitast frá honum. Hann sagði mér reyndar alltaf að ég ætti ekki að virka. Það var mjög mikil hvatning. En Guðmundur Magnússon, garðbúi, virðist hafa haft spurnir af því að ég væri skáld og jafnframt að ég væri fluttur hingað í garðinn. Ég keypti mér hús í vor og flutti hingað suður af því að mér finnst fallegt í garði og nógu langt frá Sódómu og Gómoru sem Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðið. Mátulega langt í burtu sko. Það er stutt að fara samt ef maður þarf á einhverju að halda en það er alltaf minna og minna sem maður þarf að sækja til höfuðborgarinnar. En hann kom sér máli við mig, hann Guðmundur, þegar hann frétti af því að ég væri fluttur hingað suður og spurði hvort ég væri til í að vera honum innan handar með það að setja af stað ljóðasamkeppni meðal ungs fólks. Því hann hafði heyrt talað ljóðstaf Jóns úr vör í Kópavogi sem hefur verið núna í allmörg ár, 14-15 ár, árleg ljóðaverðlaun með veglegum verðlaunum og ég var nú einn af frumkvöðlunum að því að koma því á legg á sínu tíma og það er endar allt annars konar ljóðasamkeppni. Hérna í garði erum við að tala ljóðasamkeppni milli barna í skólunum, grunnskólunum. Það er í 3 flokkum segand og þetta er allt hugmynd Guðmundar og mér finnst hún alveg stórkostleg og stórskemmtileg og þetta er í ljóðasamkeppni sem nær til allra Suðurnesja, ekki bara garðs að sjálfsögum. Og nú þarf bara reyna að koma þessu á framfæri við kennara í skólunum, reyna að fá kennarana til að hvetja börnin til að vera með og með því að lesa ljóð, bæði í hljóði og upphátt og hvetja þau til þess að setja saman ljóð og vísur og kenna þeim að meta kveðskap hinna gömlu og hinna ungu. Núna er náttúrulega textagerð sko, þetta heitir oft í dag textagerð, frekar heldur en yrkingar eða kveðskapur og trúbadórar, popparar, þungarokkarar, þeir eru að semja fín ljóð og syngja þau og spila undir og ég held að ef okkur tekst sko vel að virka síðan þetta að tengja hjá börnunum ljóðagerð, kvæðahætti, bragfræði við einmitt tónlistina og vekja þannig áhuga á þeim að búa til fína texta. Á hvaða nótum viljið þið hafa þessi ljóð sem að börnin er að fara að semja? Hugmynd Guðmundur er svo að þetta eigi helst að fjalla eitthvað Suðurnesin, að tengjast eitthvað síðan Suðurnesunum. Þetta eigi að vera jákvætt og helst eitthvað fallegt lífið og starf fólks á Suðurnesum og það er á nóg að taka þar. Í rauninni skiptir engu máli hvað það er, svo fremi að það sé eitthvað sem fjallar líf og hætti, lifnaðarhætti fólksins sem býr hérna á Suðurnesum. Og verið að fara að elta Stuðla og Höfuðstaði? Ekkert endilega. Það verður alveg frjálst. Eins og formið í dag það er frjálst, það er opið í báða enda og þetta var einmitt talað opna ljóðformið í gamla daga, atómljóðið og ef að ungt fólk vill setja það upp þannig að það sé rím, þá er það frjálst. En það þarf líka sko að vekja athygli barna og unglinga á því að þetta hefðbundna ljóðform er erfitt. Það er ekki síður erfitt að setja það upp þannig að það sé rétt stuðlað, að það sé réttir höfuðstafir og ljóðstafir. Það sé ekki bara rím, af því rímið er bara hálfur sannleikurinn sko. Og það er líka erfitt að gera ljóð sem ekki hefur rím og ekki hefur ljóðstaf og stuðla. Þetta er vandasamt. Og þarna koma kennarar held ég mjög sterkt inn og þyrftu einmitt að leiða það fyrir börnin sko, hvað er ljóð? Að ljóð er ekki bara eitthvað sem einhver orð sem er raðað saman heldur, þarf að vera einhver spenna, einhver helst hrynjandi og ryþmi og einhver meining og ekki allt of margar hugsanir, ekki allt of mörg hugtök eða atriði sem að rugla heldur svo að einbeita sér að einhverju einu ákveðinu og skerpa það niður og segja það í þannig orðum að orðin kveiki í höfðum þeirra sem hlusta nýja tengingar. Það er
það er kunstinn. Og þetta er oft kannski kunst líka að hafa orðaforðan og svona vera með mismunandi orð með sömu merkingu. Nákvæmlega, orða hlutin upp á nýtt. Og það er svo spennandi við ljóðformið að þú getur leikið þér að því að spinna saman orðum, tvinna saman orð og gera þannig málið skemmtilegra og fjörugra og opna nýjar víddir í skilningi á orðinu. Og svo verður skipuð síðan dómnefnd, ég held 3 manna dómnefnd sem að mun svo velja úr og þetta eru aldursflokkarnir síðan 6 til 9 ára, 10 til 13 ára og 14 til 16 ára. Og hvert eiga börnin á Suðurnesjum sem að núna skella sér yfir bækurnar, skrifa sín fallegustu ljóð og hvert á að skila þeim? Þau að skila því á Sunnubraut 4, 250 Garði og skrifa utan á það Dagstjarna 2015. Það er líka nefnilega meiningin að þetta verði árleg ljóðasamkeppni. Ef vel tekst til, þá verður þetta á hverju ári. Og það verða vegleg verðlaun, peningar fyrir fyrstu verðlaun í þessum 3 hópum og síðan viðurkenningar fyrir 2 eða 3 sem koma svona næst bestir. Og verður svo ykkur tíma ljóðastund þar sem að þetta verður gert? Já, svo nefnilega þá að skila þessu fyrir 16. november sem er dagur íslenskra tungu, dagur fæðingardagur Jónasar Hallgrímssonar og síðan verður upplestrar hátíð á ljóðahátíð sem verður 15. desember þar sem að sigurvegararnir og þeir sem hafa fengið viðurkenningu, þeir munu lesa upp ljóðin sín. Og nú er bara að hvetja alla krakka á öllum aldri að fara og fletta í ljóðabókum sem eru til á öllum heimilum, vonandi, ennþá, og finna sér ljóð til að hafa svona til hliðsjónar og læra af hvernig skáldin orti í gamla daga. Eða í dag, það er fullt af skáldum að gefa út ljóðabækur og það er hægt að læra af því hvernig þau yrkja. Eða líka að hlusta á pop og hlusta á textan og spekulera í því hvað eru söngvararnir að fara. Og eru að tala um að þetta séu 4 línur eða eitthvað lengra? Stærðin skiptir ekki máli, eða lengdin. Það er aðalatrið innihaldið og hvernig það er sett fram. Að það sé fallegt og skili sér vel til lesandans eða áheyrandans. Það er númer 1.